Sigurði orðið, gjörðu svo vel. Já, komið allt sæl. Ég ætla í þessu erindi að fjalla vöktun þungmálma og brennisteins í mosa, eins og Magnús kynnti hér áðan. Það sem ég segi hér í dag byggir á nýlegri skýrslu sem kom út núna fyrir áramótin, og þeir sem við hafa áhuga á að kynna sér betur efni skýrslunar, það hægt að ná í hana á vef Náttúrufræðistofnunar, eins og þið sjáið þarna. Þetta hluti af fjölþjóðlegu verkefni, og ég var að viðurkenna það, ég búinn að flytja þetta erindi að hluta nokkrum sinnum, því ég byrjaði hérna á þessu verkefni 1990 og síðan mælt á 5 ára fresti. En þetta sem hluti af fjölþjóðlegu verkefni sem var komið á fót 1987 á vegum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, og verkefnið miðar að því að fylgjast með loftmengun í Evrópu. Og Ísland hefur tekið þátt í þessu verkefni frá 1990 með mælingum á styrk þungmálma í mosa. Sýni eru tekin á 5 ára fresti og aðferðir eru staðlaðar, bæði söfnunin og efnagreiningarnar. Hvert land kostar söfnun og efnagreiningu sína, og síðan unnið sameiginlega úr gögnunum fyrir alla Evrópu og skýrslur gefnar út. En hvert land getur náttúrulega unnið úr sínum gögnum að vild. Og ég verð að segja ykkur frá því að skýrsla úr síðustu söfnun þær sé 2015, þessi sameiginlega skýrsla, hún ekki komin út. En hún væntanleg núna í þessu mánuði. Það óvarlega mikil dráttur á þessu sem hefur orðið, og ég veit svo sem ekki hvers vegna það hefur orðið svo. Við sem sagt hér á landi höfum safnað tildurmosa, og það hefur verið gert líka í Skandinavíu, en annars eru aðrar mosategundir notaðar við þessa vöktun. Tilgangurinn hefur verið og að lýsa dreifingu þungmálma og brennisteins hér á landi, bæði á landsvísu og við einstakar líklegar uppsprettur, og rannsaka breytingar sem hafa orðið með tíma, og einnig að kanna núna áhrif eldgossins í Holurhrauni á styrk efna í mosa og á mosaskemmdir. Og þá aðeins að aðferðunum. Þetta sem kort sem sýnir sýnatökustaði 2015, og brúnu deplarnir, þar höfum við safnað tildurmosa, en þeir bláu, það hraungambri. Við höfum sérstakan áhuga á því að safna í nágrenni Holurhraunsins, vegna þess að það var áhuga á að vita hvernig áhrifin yrðu af gosinu. En því miður þá gróður, þannig það bara, það mjög lítill gróður þarna í nágrenni gosstöðvanna, og þar tildurmosi afar sjaldgæfur og finnst ekki í nægilegu magni til þess að hægt sé að nota hann. Ég safnaði því í staðinn svona til að fá upplýsingar aðeins að hraungambra í Lindahrauni. Við höfum verið að vakta mosa við öll álverin í Reyðarfirði, Grundartanga og í Straumsvík nokkuð skeið. Við höfum tekið sýni líka við jarðvarmavirkjanir, Þeistareykji, Bjarnarflag, á Hellisheiði, Svartsengi og svo á Reykjanesi. En þessi söfnun hefur ekki staðið lengi, og þarna höfum við tekið aðeins fáein sýni. Þannig að það varla hægt að tala almennilega vöktun, en aðeins fengið upplýsingar hvernig ástandið Við höfum líka tekið sýni á Bakka, Kísilverið á Bakka og í Helguvík. Hér sjáið þið myndir af annars vegar tildurmosa og hraungambra. Flestir þekkja nú hraungambra, hann mjög algengur, sennilega þekur mest allra tegunda á Íslandi.
en tildurmosin ekki eins áberandi og sjaldan að hann verði svona breiðu myndandi eins og þarna á myndinni til vinstri. Tildurmos við tökum sem sagt ársvöxt 3 ára, hann hefur ársbrota en í hraungambranum þá tökum við 3 sentimetra lengd af sprotum. Í Straumsvík höfum við sem sagt vaktað þungmálma frá árinu 2000 og þið sjáu þessa brúnu depla, það tildurmosi og bláu hraungambri. Og ástæðan fyrir við tökum þetta hraungambra sú að þarna var tildurmosinn horfinn, hann hafði raunverulega dáið út á þessum stöðum því að þarna á efnaálag talsvert mikið. Rauðu deplarnir eru söfnunarstaðir tildurmosa en þarna söfnuðum við árið 2013 sérstaklega fyrir Hafnarfjarðarbæ sýnum til þess að fá upplýsingar efnamagn í mosa í námunda við íbúðabyggðina á Völlunum. Á Grundartanga þá eru vöktunarstaðirnir svona eða sýnatökustaðirnir og það sama sagan. Þar hefur mosi drepist og við höfum þurft annaðhvort að flytja sýnatökustaðina til eða leggja þá algjörlega af og eða tekið hraungambra í staðinn. Í Reyðarfirði þetta ekki gengið eins langt. Þar mosi að byrja að drepast við norðaustan við álverið, norðvestan við álverið segi ég, en þar efnaákoman mest samkvæmt mælingum. Við höfum mælt frá 1990 mældum við 9 frumefni og frá 2000 höfum við mælt 11 frumefni. Og árið 2015 bættum við 2 við, það að segja bór og antimón. Og sýnum hefur heldur fjölgað með árunum og voru síðast 270 sýni. Árið 2015 þá höfðum við sem sagt áhuga á að athuga skemmdir á mosa. Við byggumst við því að mosi myndi hafa skemmst við Holuhraunsgosið sem varð raunin. Við erum sett að flokkum mosan eða sýnatökustaðina í 3 flokka, engar skemmdir, nokkra skemmdir og miklar skemmdir. Við erum sérstaklega að benda á neðstu myndina að þar sem mosin skemmdur þá eins og hann hafi brunnið. Og svona leit hann út allvíða. Og þá aðeins að úrvinnslunni. Við reiknum út bakgrunnsgildi. Það eru ýmsar aðferðir til þess að reikna út bakgrunnsgildi. Við notum það sem kallað 2 sigma aðferð og hérna sýni ég dæmi fyrir nikkel. Þá tökum við öll sýnin sem safnað hefur verið frá upphafi og þau eru þarna 784 fyrir nikkel. Síðan tökum við meðaltal og finnum 2 staðalfrávik bæði upp fyrir og niður fyrir. Og öllum gildum sem eru utan við þessi mörk þá sleppt. Þetta síðan endurreiknað að hvað eftir annað, þangað til öll sýni hafna innan þessara, sem eftir standa, hafna innan þessara marka. Og þá það í þessu tilviki 519 sýni. Og þá fáum við efri mörkin eru 4,73 milligrömm í kíló sem við segjum að sé mengunarstuðull jafnt og 1. Þetta svona tölfræði aðferð sem að byggir bara á gögnunum og ég held að þetta sé nokkuð góð aðferð. Og síðan reiknum við út mengunarflokka út frá þessu. Hér sjáum við mengunarstuðull, þar sem mengunarstuðullin jafnt og 1 fyrir öll efnin og síðan hér mengunarstuðull 2, það sinnum 2, síðan sinnum 3,5 og 8 sinnum og 27 sinnum. Og ef að efnin lendir hérna yfir þessi mörk til dæmis, þá það mjög mikil mengun, yfir 27-falt grunngildi. Síðan hérna mismunandi flokkar. Og við notum, á kortunum, þá notum við þessi gildi til þess að sýna breytingun eða styrk efnana. Þá að niðurstöðunum. Við notum 2 eða tvíhliða klasagreiningu
og þá greinum við bæði staðina og efnin. Og nú ætla ég að sýna ykkur aðeins niðurstöðuna fyrir staðin og ég þarna með niðurstöðu fyrir 2015. Og þá kemur í ljós að í fyrsta flokki þá eru sýni sem eru tekin á gosbeltinu og í nágrenni við gosbeltið, á jöðrum þess. Í öðrum flokki, þar númer 2, þar eru 68 sýni og þau eru á Vestfjörðum og Norðvesturlandi og svo á Austfjörðum en ekki þó við álverið í Reyðarfirði. Og síðan kemur þriðji flokkur, það er þessi appelsínu guli og þar eru sýnin, þau eru algeng hér við álverin. Öll álverin það er ekki þó mjög mikið af þeim hérna í Straumsvík. Og síðan er það síðasti flokkurinn, það er að segja 4 og 5, getum við sagt. Það eru sýni sem eru annars vegar við álverið í Straumsvík, austur af álverinu í Straumsvík og svo nokkrum stöðum á hálendinu. Þetta eru sýni sem eru eiginlega með mestu menguninu. Ef við skoðum aftur á móti efnin, hvernig þau flokkast, þá flokkast þau í 3 meginflokka. Og það er hérna þessi efstu, arsen, nikkel, antimon og brennisteinn. Þau koma öll frá álverum. Miðflokkurinn, eða miðjuflokkurinn, ég ætti kannski ekki að segja miðflokkurinn, það eru efni sem hafa ýmsan uppruna. Þetta eru bæði aðborin, utanaðkomandi og eins staðbundin. Ég fer nú kannski betur yfir, tökum kannski blý og sink betur hér á eftir. Síðan er þriðji og síðasti flokkurinn, það er króm, kopar, járn og vanadín. Og þetta eru allt efni sem eiga upptök sín í áfoki, mest í áfoki. Nú ætla ég að sýna ykkur aðeins dæmi hvern flokk. Tökum nikkel fyrst. Aðeins að segja ykkur frá því hérna sjáum við hvernig þetta breytist með tíma. Og ég vil nefna það hér að við erum að mæla tökum sýni alltaf á sömu stöðum. Ég vel úr bara þau staði þar sem mælingar eru endurteknar á sömu stöðum. Og þá fáum við hérna, það er hæst hér 2005 en síðan hefur þetta heldur lækkað. En við höfum alltaf fengið talsvert há gildi við Langjökul, sitt hvor megin við Langjökul á nikkelsvæðinu sem ég kalla svo. En nikkel líka kemur frá álverunum og við sjáum að það eru dekkri svæði hérna við álverin og sérstaklega hefur það aukist hérna á Reyðarfirði sem ég kem líka að á eftir. Hér er antimon. Þetta er efni sem við mældum við fyrsta skipti núna. Það er mjög lítið af þessu efni vítt og breitt landið og þetta er nánast kemur eingöngu frá álverum. Brennisteinninn sem við höfum dálítinn áhuga á, hann mælist ekkert mjög, það er ekki mikið breytileiki af brennisteininum. Þannig að við fáum ekki mjög skýr merki mikla mengun eða mismunandi mengun. En við sjáum það hérna að brennisteinninn hann er allhár 2000, lækkar síðan hérna og er samt hæstur hér. Og við höfum alltaf fengið há gildi hér við Skaftá sem við teljum að séu vegna Skaftárhlaupa. Kadmín er efni sem er úr miðflokknum. Þetta er efni sem kemur aðalega utan frá og þið sjáuð hérna hvað það hefur orðið mikil breyting frá upphafi. Það hefur fallið gríðarlega mikið styrkurinn, en hérna verðist að hækka aðeins núna frá 2010. Og þarna kemur fram að við fáum hér á Vestfjörðum og Norðvesturlandi nokkra hækkun. Við höfum svo sem tilgátt það hvernig þetta hafi gerst, en þetta hefur aldrei gerst áður en fengið svona hækkun hér. Og veðurstofu fólk sem ég leitaði til, það taldi að mögulega skýringu að efni hefði borist inn með austanáttum og frá Síberíu og Sovétríkjunum gamla Sovétríkjunum yfir hingað og farið svo inn á landið. Þetta var þeirra skýring.
Svipað með blýið. Blýið hefur sem hækkað hérna frá 2010 og það aðalega vegna þess að það hefur hækkað á þessu svæði hér. Og það sennilega sama skýring á við þarna eins og með kadmínið. Nú fer ég í járnið sem þá fulltrúi fyrir þennan síðasta flokk. Þetta dæmi efni sem raunverulega ekki mengun eða nema þá svifryksmengun. Þetta ekki efnamengun beinlínis og þetta fellur gríðarlega vel saman við ákomukort, hvað heitir það nú? Áfok sem Ólafur Arnalds jarðvegsfræðingur hefur sett fram. Þið sjá hvað gríðarlega góð samsvörun. Í raun og veru erum við að mæla áfok hérna með járninu. Þá aðeins álver, jarðvarmavirkjanir og kísilver. Ég ætla aðeins að fara hérna að segja ykkur bara smávegis, ég fari í grunninn hér. Því að álver og þessi iðjuver ekki öll jafn gömul. Straumsvíkur álverið 6 frá 69, járnblendið á Grundartanga 79, síðan álver á Grundartanga 98 og álver í Reyðarfirði yngsta 2007. Jarðvarmavirkjanirnar eru líka mjög misgamlar og misstórar. Bjarnarflag frá 69, mjög lítil virkjun, Svartsengi 77 og Reykjanesvirkjun 2006 og Hellisheiðarvirkjun árið síðar og Þeistareykjavirkjun var ekki komin í gagnið þegar við söfnum sín 2015. Hvað varðar kísilverin þá það Helguvík og Bakki, þau voru ekki komin í gang þegar við söfnum 2015. Vöktunin byrjaði sem sagt 1990, þannig að við hefum spannað hluta af þessu á landinu öllu. Aðeins að segja ykkur frá hvernig við reiknum út áhrif iðjuvera og tek hérna Reyðarfjörðinn, þá reiknum við tökum við 35 km radíus frá verinu og finnum út með línulegri aðhvarfsgreiningu hvort að sé að ræða fallanda eða ekki. Og ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega í þessa blöð því hún dálítið flókin. En mér langar að benda á að það eru þessi 4 efni sem að greinilega koma frá álverum, það segja arsen, nikkel, brennisteinn og antimon. Og að hluta til einnig blý. Við skulum aðeins skoða þessi efni hvernig styrk þeirra síðustu frá 2005. Þá það arsen hér. Þetta hér sjáum við lengst í vinstri utan iðnaðarsvæða. Hér Grundartangi, Reyðarfjörður, Straumsvík. Og þá sjáum við að það hærra, styrkurinn hærri við álverin, en það nokkuð breytileiki á milli ára. Og þið sjáum við líka að það hefur hækkað talsvert bæði arsen og nikkel hefur hækkað verulega í Reyðarfirði. Aftur á móti arsen hefur lækkað heldur við Straumsvík frá 2010 og annars þetta svona svipað mynstur. Brennisteinn, þar sjáum við að 2015 þá hefur orðið hækkun á brennisteini allstaðar á öllum stöðum. Og hvað varðar antimon þá það miklu hærra við álverin heldur en utan þar eins og við sáum áðan. Blýið nokkuð svipað en það ég vil þó benda á að á Grundartanga þá þar nokkur hækkun við síðustu mælingu og ég hef ekki skýring á því. Kannski hefur einhver starfsemi aukist þar sem frá 2010. Þetta gerðum við líka við jarðvarmavirkjanirnar og þar sömu greiningu. Þar gögnin bara miklu minni. En ég vil þó nefna það hér að við Hellisheiðarvirkjun þá virðist vera fallandi fyrir arsen, blý
og brennistein. En önnur efni get ég ekki sagt mjög mikið vegna þess að gögnin leyfa það ekki. Þá aðeins að mosaskemmdunum. Eru þið nokkuð að sofna? Mosaskemmd, eða greiningin af mosaskemmdunum sýndi það að mosi fannst skemmdur á þessu svæði hérna innan punktalínunar. Það var ekki allstaðar skemmdir, til dæmis kom ekki fram meiri skemmdir hérna næst Holuhrauni en annars staðar. En það var enga skemmdir á Snæfellsnesi, Vestfjörðum eða norðanlands og ekki á útnesjum hérna á Austurlandi og eða á Suðurlandi. En hér voru talsverðar skemmdir og skemmdir við öll álverin. Nú getur maður velt fyrir sér hvernig stendur á þessum skemmdum. Og ég keyrði backward logistic regression fyrir öll frumefnin. Og þá kemur í ljós að það eru 3 frumefni sem sýna marktækt samband við skemmdarflokkana. Það er bór, það er nikkel og brennisteinn. Og takið eftir því að bórinn lækkar eftir því sem skemmdirnar eru meiri eða staðinum þar sem safnað er. Þetta er öfugt farið hér og kannski eðlilegt að það sé svona. Ég hef ákveðna tilgátu þetta, ég ætla ekki að eyða tímanum í það, ég get rætt það kannski á eftir eða viljið. En við skulum aðeins skoða niðurstöður annarra, hvað þeir hafa fengið í sambandi við dreifingu á SO2 í andrúmslofti í Holuhraunsgosinu. Þá sjáum við að við fáum hérna sterkasta styrkin hér við gosstöðvarnar að síðan deyfist þetta út. Og ef við berum þetta saman, þá sjáum við talsverða samsvörun. Þetta er ekki alveg eins og það sem við sjáum til dæmis að það er minni skemmdir hér heldur en ætla má út frá þessu og eins er það hérna í Borgarfirði, þar eru meiri skemmdir og Reykjanesskaga heldur en ætla má út frá þessu dreifingarlíkani. Aðeins að nefna það hér að nú er það þannig að þegar brennisteinsdíoxíð oxast og yfir í brennisteinssýru, þá gerist það hraðar í hita og hraðar í raka heldur en í þurrki. Það gæti hugsanlega skýrt það að það eru minni skemmdir hérna og það hafi á Norðurlandi, á útnesjum, vegna þess að þar hafi oxunin ekki náð eins langt vegna þess að það er kaldara. Og eins það væri þá meira þar sem úrkoman er meiri. Þetta benti Sigurður Einill Gíslason á og einnig mælingar þeirra sýna að það var hærra sýrustig hér í úrkomu hér á suðurhluta landsins heldur á norðurhlutanum. Nú ætla ég aðeins ég vona ég hafi ekki, fara hérna yfir í Straumsvík, Hellnahraun og Vallahverfi vegna þess að þar er ástandið nokkuð sérstakt að mínu mati. Arsen sem kemur frá álverinu, hérna er kort fyrir útbreiðslu arsens 2015. Við sjáum hvernig dreifingin er. Það er greinilegt að þetta kemur frá álverinu. Það fer ekkert á milli mála. Sama er segja nikkel. Og það sem gerist hérna, niðurstöður okkar sýna þessi áhrif ná nokkuð inn í vesturjaðar byggðarinnar á völlunum. Þegar brennisteinninn hann dreifist lengra á öðru vísi en hér sjáum við til dæmis antimon, þetta er nákvæmlega sama mynstur. Og ef við tökum nú fleiri efni og skoðum þau, þá er það til dæmis króm og kopar. Þá er þungamiðjan annars staðar. Við fullurum það, að ég fullurum það að þetta kom ekki að ráði frá álverinu, en hér séu upptökin hér á iðnaðarsvæðinu í Hellnahrauni. Og sama er að segja koparinn. Og það eru fleiri efni, það er blý. Blýið er hér við þungamiðju hér á nákvæmlega þessum slóðum, og það nær svolítið inn í íbúðabyggðina á völlunum. Og hér er sink, það er sama að segja það. Nú, ég er rétt að verða búinn með þetta, en það tíminn væntanlega að verða búinn. Hér sjáum við gervitunglamynd
af þessu svæði. Hér iðnaðarsvæði í Hellnahrauni, Vallahverfið, og hér tók ég eitt sýni af hraungambra. Ég tók reyndar á fleiri stöðum, ég sýni bara hérna þetta sýni. Og það var sérstaklega hár styrkur af króm, kopar, járni, blýi og sinki. Þetta svæði lítur svona út. Þetta eru miklar skemmdir. Þessar skemmdir eru ekki nýtilkomnar, heldur hafa þær verið allangar hríð. Það sést á loftmyndum. Og mosinn vex mjög lítið og er nánast rétt bara tórir. Og ég skal taka það fram að ég tók ekki sýni af þessu hérna, þessum mosa hér, heldur af heilbrigðum mosa á þessum stað. Nú maður getur þá spurt sig, hvert verður nú framhald þessar rannsókna? Ég hef nú búin að vinna þessu í 25 ár, eins og leigubílstjórinn. Mér finnst eðlilegt að halda þessu áfram og mjög æskilegt að gera það. Það hefur alltaf verið svolítið erfitt að fjármagna þetta, það þarf alltaf vinna að gera. Við höfum fengið góðan stuðning frá álverunum og þau hafa mörgum fleiri aðilum. En ég held að það væri mjög æskilegt að halda þessum rannsóknum áfram. Hvað varðar jarðvarmavirkjanirnar, þá gegnir kannski svolítið öðru máli, vegna þess að þar er tildur mosi mjög sjaldgæfur. Jarðvarmavirkjanirnar eru á hraunsvæðum, þar sem að tildur mosin á erfitt uppdráttar, en þar er miklu meira af hraungambra. Og það má geta þess að við Hellisheiðarvirkjun þá og Nesjavallavirkjun, sem ég er ekki með hérna, þá er vöktun hafin þar á hraungambra. Við tókum hraungambra hérna við Reykjanes og ég held að það veri ráðlegt að samræma það og vera þá að frekar að vakta hraungambra heldur en að vera út á tildurumosann sem finnst valla á þessum slóðum. Nú þá eru loka orðin. Er ég búinn með tímann, Magnús? Er ég ekki búinn? Ég ætla nú bara að lesa hérna aðeins upp. Styrkur flestra þungmálma er misjafn eftir svæðum, einna lægstur á Vestfjörðum og á Norðvesturlandi, en hæstur á gosbeltinu og við álverin. Nú helstu uppsettur efna sem mælast í mosa hér á landi eru eldgos, áfok af lítgónusfæðum, álver, annar iðnaður og svo jarðvarmavirkjanir. Og þarna sjáum við þessi efni upptalin, ég ætla ekki að lesa þau öll. Nú erlendis frá berast hingað þungmálmar með loftstraumum, en ég held að það sé núna minnst sín allra síðustu ár í frekar litlu mæli. Það er að kadmíum og blý. Nú á landsvísu hefur styrkur kopars og kadmíns lækkað og sama má segja blý, sem hefur eins og ég sýndi áðan hefur hækkað aðeins núna síðustu mælingu. Styrkur króms hefur hækkað en styrkur annarra efna lítið breyst eða er breytilegur. Nú við álverið í Reyðarfirði þá hefur styrkur arsens og nikkels hækkað talsvert. Nú gosið í Holurhrauni hækkaði styrk brennisteins töluvert mikið og mosaskemmdir komu fram á stórum hluta landsins. Nú orsakir mosaskemmda eru ekki alveg fullkomlega ljósar, en mér finnst nú líklegt að það sé brennisteinninn sem hafi þá oxast yfir í brennisteinssýru sem hafi valdið þessum skemmdum. En það má ekki útiloka flúor og fleiri efni geta einnig komið til greina. Niðurstöðurnar sýna að styrkur nokkurra efna er hlutfallslega hár við iðnaðarsvæðið í Hellnahrauni í Hafnarfirði. Og ég held að það megi líklega rekja til málmiðnaðar á svæðinu. Og svo inn á þetta svæði, þarna austan við álverið, þá berast efni einnig í nokkrum mæli frá álverinu í Straumsvík. Og mér finnst þetta svolítið áhyggjuefni og þurfa að fylgjast vel með þessu og ég vil nú beina það til hérna, hvað heitir það nú? Heilbrigðiseftirlitið að fylgjast vel með. Og því þarna er íbúðabyggð nálægt og mér skilst að iðnaður sé alltaf að aukast þarna. Mér sýnist það á öllu.
Nú, ég vil þakka mörgum fyrir. Ég ætla ekki að telja þetta upp allt saman. Það eru margir sem hafa komið að verkefni, að styrkt verkefni frá upphafi. Ég vil þó kannski sérstaklega nefna hérna að Íslenska ríkið styrkti 2015 söfnunina mjög veglega. Og það var aðalega út af Holuhrauns rannsóknum í sambandi við Holuhraunsgosið. Nú, allar efnagreiningar hafa verið unnar á sama stað við Háskólann í Lund í Svíþjóð og síðan má nefna það að Hansen, hann hjálpaði til að teiknaði kortin og Anetta Mæjer flestar myndana í þessari skýrslu. Hólmgeir Björnsson og Heiða María Sigurðardóttir veittu ráð við tölfræðilega úrvinnslu og Borgþór las yfir. Nú, ég ætla ekki að hafa það þó lengra, það er væntanlega búið með tíma núna. Við þökkum Sigurði kærlega fyrir þetta fróðlega erindi. Er einhver sem telur sig hafa mist af gestabókinni, þá er hún hér. Nú er opið fyrir spurningar. Hver vill ríða á vaðið? Vinsamlegast kynnið ykkur. Já, ég heiti Sigurður Ásbjörnsson, starfa á Skipulagsstofnun. Ég er að velta þið fyrir mér sko þessar mælingar, hvort að segja þú tekur ársbrota annars vegar, 3 cm hins vegar. Hvað getum við verið vissum að við séum að fá, sko hverju er mælingin að svara? Hvaða ástandi? Hversu stórt er þetta augnablik? Gerðu þið grein fyrir því? Nú eru sum efni vatnsleysanlegu og skólarstæntalega auðveldlega í burtu. Þessir ársbrotar þeir vaksa náttúrulega ekki yfir allt árið, heldur einhverju part af því, eru þeir að svara einhverju ákveðnum þröngum veðurfarsskilyrðum þennan tíma sem vaxtartími gróðurs er. Hefur eitthvað pælt í þessum þáttum? Ég get ekki svarað þessu mjög nákvæmlega. Ég get sagt það að mosar taka upp efni mjög misjafnlega, mosategundir. Þess vegna er alltaf betra að hafa sömu tegundina og ég einmitt tók nokkur sýni til þess að bera á sama stað af báðum tegundunum og í skýrslunni getið þið séð niðurstöðu frá því. Það er reyndar mjög fá sýni. Blýið er það mjög sterk samsvörun á milli þess sem safnast af blýi í Tildurmosa og Hraungambra en það er löngu þekkt að mosar safna mjög misjafnlega þó að það sé góð samsvörun yfirleitt við ákomuna en hlutföllin á milli mosategunda geta verið mjög misjöfn. Og þess vegna skiptir miklu máli að blanda þessu ekki saman. Að vera þá að staðla þá á milli aðferða. En ég veit það til dæmis að Tildurmosi, hann vex örugglega ekki mikið á veturna. Hraungambri getur vaxið meira sig í frosti og hraungambrin er sem sagt, vex á bungum þar sem snjólétt er og getur væntanlega safnað meira lengur heldur en Tildurmosin sem er meira undir snjó og meira í vari að vetrinum til. En við vitum þetta ekki. En þetta er bara við vitum að það getur verið mikill munur á milli mosategunda. Já, sæll Sigurður. Heyrist ekki í þessu núna? Já. Páll heiti ég Stefánsson, ég starfa hjá Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogsvæðis. Ég ætla að taka þennan bolta sem þú varpaði til mér, Sigurður, varðandi rannsóknir. Fyrst ég að segja það að ég er búinn að liggja yfir þessari skýrsluðinni og að stærstum hluta þá ætla ég bara að segja vil ég lofa þessa skýrslu. Þetta er alveg frábær vinna og ég tek alveg undir með þér að þetta er vinna sem verður að halda áfram, það er engin spurning. Ég er líka með svolítið last. En varðandi boltan sem þú kastaði til mín, Heilbrigðiseftirlitið verður að taka og athuga þetta svo að mengun sé ekki að berast inn til íbúana. Þá ætla ég fyrst að nefna það að borgarsamfélagi er ekki þetta tæra náttúra sem við erum að horfa næst okkur.
borgarsamfélagi eðli sínu alltaf undir töluverðu álagi. En við tókum boltan því okkur brá dálítið verulega þegar skýrslan kom 2013 og við fengum þarna bestu tæki frá Umhverfisstofnun til að safna ryksýnum sem við söfnuðum í sennilega 2 ár þarna á Norðurhellu sem svæði á milli iðnaðarhverfisins og íbúðabyggðarinnar. Og þegar við söfnuðum það ryki, þarna, já, sjáum þarna Norðurhella að við að ganga upp og benda á, akkurat þetta á Norðurhellan, það efsta húsið á þessar röð. Við söfnuðum þarna ryki, Nýsköpunarmiðstöð Íslands var í þessu með okkur og það var tekið, þetta ryk var tekið og stór hluti þess var tekið nú efnagreindur. Styrkur efnana sem mældist í rykinu og það var óhemmi mikið magn sem var mælt. Í rúmmetra þá vorum við að tala míkrógrömm í öllum þessum lofttegundum, öllum þessum þungmálmum sem við erum að ræða hér, þetta voru míkrógrömm. Þegar þeir voru að leita viðmiða annar staðar þá þurftu að fara í þjóðgarða í Wales til að finna einhvern stað þar sem var svona lág gildi miðað við Evrópu og ef við skoðum Evrópuskýrslurnar þá sjáum við að Ísland liggur almennt neðst niðri. Það voru vísu 2 toppar hvort árum sig sem við mældum, það var að segja að það var á gamlárskvöld og á 13. Þannig var greinilegt að iðnaðarsvæði var undir álagi frá íbúðabyggðinni á Völlum. Þetta svo veruleiki þannig við óttumst ekki þessa mengun fyrir íbúana. Hitt svo annað mál og það finnst mér svo gott þegar Sigurður að benda á. Þetta iðnaðarhverfi að sjálfsögðu undir sterku álagi. Ég segi bara eins og að þetta álag, það sem við erum að benda á, það sem að rauði punkturinn í miðri myndinni sem bara það sem að mosin hreinlega að deyja, blessu sé minning hans. Þetta náttúrulega inn á miðju iðnaðarsvæði, þetta ekki í nágrenni við iðnaðarsvæði, þetta inn í miðju iðnaðarsvæði og það fallryk sem við erum að fá þarna við það að vera að tæta málma og fallryk ekki að dreifast eins og svifryk. En þannig að ég hef svona ýmislegt sérstaklega verið í dreifingarmyndirnar í kortinu Sigurður, í ritgerðinni, en svona heila mikið rosalega góð vinna. Takk. Ég gef það ekki spurning. Það bara, ef þú mátt að koma undir. Þakka þér fyrir, Páll. Á ég að bregðast við þessu aðeins? Ég held að menn verði nú samt sem áður alltaf aðeins að skoða hvað mosinn segir, hann drefst náttúrulega ekki af engu, en ég held að það geti samt sem áður alveg áttu við það sem ég sagði, að við þurfum að vera mjög á varðbergi. Það getur vel verið, mér finnst það nú, Páll segir að þetta er eins og í bestu þjóðgörðum annars staðar. Það má vel vera. Já, það má vel vera. En mér finnst það samt sem áður nokkuð skjóta skökku við að það skuli vera, við fáum þessar niðurstöður, að það skuli vera ég vissi af þessum mælingum, bara talaði ekkert það í erindinu. En við þurfum, ég held að samt sem áður, það er nú sérstaklega blýið sem ég hef áhyggjur af. Og það eins og ég sagði, það safnast mjög vel fyrir í mosa og það er mjög góð samsvörun við blýmagn við það sem að mælist í mosan. Blýmagn í úrkomu við það sem að sést mælist í mosa. En ég er bara feginn að heyra það að þið fylgist vel með þessu. Og ég vissi að þetta olli töluverðum fjaðrafoki eftir mælingarnar 2010 en ég held að samt sem að mælingarnar okkar eða niðurstöðurnar okkar sýna þetta og hvort það eru því það að þetta er hættulegt, það veit ég ekkert um. Það er annarra að meta þetta en okkar er skylda að greina frá þessu. Já, Pétur heiti ég. Má ætla að þessi mengun hér sem annars staðar á landinu sé sambærilega í öðrum gróðri sem að menn og skepnur nýta.
Það er náttúrulega ekki alveg fullkomin samsvörun. Ég held að það megi nú samt sem gerir ráð fyrir því að það sé mosinn endurspegli talsvert það sem að finnst í gróðrinum, öðrum gróðri. En það er náttúrulega með háplöntur eða vefplöntur, þær taka ekki svona mikið upp úr andrúmsloftinu eins og mosinn. Og þannig að það má reikna með að það sé lægra í þeim. Lægri styrkur. Já, sæl Sigurður og takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Ég heiti Þorsteinn, vinn á Umhverfisstofnun. Ég er með 2 spurningar eða 1 komment og 1 spurningu. Kommentið kannski, það var þarna hækkun á blýi í Grundartanga, milli sýna sem voru tekin 2010 og 2015. Það sem breytist þarna á milli 2010 og 2015, það sem opnað 2 nýja verksmiðjur, Kratos og MNR, og þær eru báðar í svona málum endurvinnslu. Þannig að það gæti verið skýringin, ég veit ekki, en það er svona það fyrsta sem kemur upp í hugan. Já. Og svo hitt þarna, mér finnst áhugavert að sjá hækkun á blýi og kadmíum, þarna sérstaklega á Norðvesturlandi, sem er svona hækkunum þar á þessum efnum bendir, eins og nefndi sko greina til þess að sé þá eitthvað aðborði langt að frá. Nefndir hérna hugsanlega Rússland. Hefur eitthvað getað náð að skoða niðurstöðurnar hjá öðrum Evrópuríkjum, þá sérstaklega eins og í Skandinavíu, eru þeir að sjá hækkun á þessum efnum líka? Nei, því miður, þá hef ég reyndar með kort, svona bara grófkort og meðaltöl og miðgildi, en ég hef ekki, ég bara býði eftir slunni, hann kom út. En ég hef skoðað niðurstöðu frá Norðmönnum og Svíum, og þar er til dæmis með minni mig að sem er blýið, að það hafi hækkað núna allra síðast, við síðustu mælingu. Það er svo svipað eins og hjá okkur. En ég þori ekki alveg, ég get ekki alveg fullyrt það, ég man þetta ekki alveg, en minni það. Fleiri spurningar. Hver vill varpa fram næstu spurningu? Á meðan þið hugsið ykkur þá langar mig til að spyrja Sigurð, hvað með að mæla styrk allra þessara efna sem að hljóma nú einhvern veginn frekar illa í minnst mínum eyrum, í smádýrum, í fuglum eða jafnvel mannfólki, og hvaða áhrif hafa þessi efni í of miklum styrk á þessi kvikindi? Jæja, það er þetta er nokkuð flókin spurning. En sko ég veit að menn fylgjast með til dæmis efnum í fuglum og þeir eru góðir ávitar á sömu efni. Þeir eru ofarlega í fæðukeðjunni og eins er það með sömu skordýr. Það er áreiðanlega gott að fylgjast með því, en ég get ekki svarað þessu nákvæmlega, en menn er að vakta ýmsa hluti einmitt með því að mæla í mismunandi dýrategundum. Mosinn hefur verið valinn vegna þess, eða var valinn á sínum tíma vegna þess að hann virtist endurspegla ákomuna töluvert vel fyrir þungmálma, en svo eru kannski önnur efni eins og þráverkefni, það hefur reyndar líka verið gert að nota mosa við það til að fylgjast með þeim, en ég get ekki svarað þessu, Magnús, nákvæmlega. Fleiri spurningar. Þegar að álveri fóru á stað á sínum tíma, þá voru margir hræddir við að mikil flúormengun mundi stafa frá þessu álveri. Hvernig þróaðist það síðan? Það var settar upp hreinsibúnaður sem að lækkaði styrkinn í flúor sem fór. Þú getur nú svarað því, Pétur, hérna frá Straumsvík. En það varð gríðarleg breyting við það að setja þennan hreinsibúnað. Og skemmdir sem var vart áður við álverið, þær hurfu, mosinn endurnýjaði sig aftur. Við sáum skemmdirnar fyrstu árin eftir að álverið kom. Það sjáum við á staðnum. En það hefur gjörbreyst á seinni ára. Sagði Sigurður G. Tómasson.
Fleiri spurningar, hér kemur meistakot til aðtóðasend. Ég vil bara biðja að þakka fyrir þessa skýrslu, að mjög gagnlegt að fá hana og mér er sérstaklega gott að sjá þróun á hverjum stað fyrir sig, eins og í kringum álver hvernig þetta þróast. En það sem ég svona velti vöngum yfir, sko, hvort það hafi verið mælt hérna annars staðar í svona að þeir eru að taka sýni í iðnaðarumhverfi þarna á völlunum. Hefur það verið gert annars staðar, til dæmis við vegi eða annars sambærilega staði, sko? Já, það hefur verið gert. Það hefur verið gert. Ég er ekki, en kannski ekki í mjög miklu mæli, ég hef ekki tekið það sérstaklega fyrir, en eins og þú veist og menn vita sem fylgst það með þessu í Straumsvík, þegar við byrjum að mæla þarna, þá er miklu minni byggð og sýnin voru raunverulega uppfylltu þau skilyrði sem þeirra, skilyrði sem sett eru af þessu sameiginlega verkefni. Síðan þéttist byggðin og þá eru sum sýni sem detta út vegna þess að þau uppfylla ekki lengur þau skilyrði sem sett eru í þessu sameiginlega verkefni. En við héldum samt sem áður áfram að mæla til að fylgjast með og ég held að það hefur verið gagnlegt að gera það. En það er alveg rétt að auðvitað erum við ekki, þetta er ekki sambærilegt eins og Páll segir að mæla inn í iðnaðarhverfi þar sem að, en við raunar vorum við ekki inn í svona miklu iðnaðarhverfi þegar við byrjuðum. Og þegar við fórum að stað þá varst þú einmitt með mér að ákveða staðina hvar við ættum að taka sýni. En við höfum samt haldið í áfram, en svo náttúrulega er bara, þetta er alltaf að verða meira og meira af iðnaði þarna í Hellnahrauni og því svæði. Fleiri hafa ekki óskað Páll, eina mjög stutta athugasemd. Afsakið þetta, ég byrja aftur, en hérna, ég ætla bara að nefna það er alveg hárrétt, það hefur ekki verið nógu mikið mælt í okkar nærumhverfi í borgarsamfélaginu. En mælingar til dæmis áramót eru bara mun hærri heldur en það loftgæðamælingar sem við vorum að mæla alla tíð, eða þegar vorum með loftgæðastöðina. Bara svona sem dæmi líka, þá tókum við ítarlega loftgæðamælingar inn í íþróttahúsunum okkar í Kópavogi, þar sem verið að nota gervigras og við mældum áður hráefnið sem notað í gúmmíkurlið. Síðan mældum við þungmálmana sem voru í andrúmsloftinu. Það var hærri styrkur sum efni sem bara mældust ekki í gúmmíkurlinu, þau mældust í andrúmsloftinu. Þar á meðal til dæmis blý. Það bara að koma úr umhverfinu. En það ekki að koma frá álverinu í Straumsvík. Það er blý í hjólbörum, það blý í malbiki, það blý í okkar umhverfi og fleiri efni í okkar umhverfi. Bara muna það að borgarsamfélagið ekki eitthvað sama eins og Tröllaskagi. Við erum búin að valda álagi. Sigurður, viltu mæta einhverju við þetta? Ekki svo sem mjög miklu, en ég vil bara segja það og þakka ykkur fyrir komuna kærlega. Ég hef nú búin að vera hugsaði þetta verkefni í 25 ár eins og leigubílstjórinn, en ég er nú að hætta núna og ég vona að einhver góður taki við og eiginlega fullviss að það verði, en annars þakka ég bara fyrir mig.